Þá erum við ennþá hérna á Eyrarbakka og komin heim til Ástu og Valgeirs Guðjónssonar, þar sem að þeir eru búin að vera að setja upp hérna lítinn sal og lítið stúdíu hérna inn af þessu herbyggi. En hvað meira fer þetta fram? Nú það sem sagt, við tökum hér á móti fólki og þetta nú rauninni bara okkar allsherjar vinnustaður, þetta hús, því að hluta því sem við fáumst við að taka á móti fólki hér í svona dagskrár, getum við sagt, eða fólk kemur hérna og fær skammt af andans næringu, tali og tónum. Og ertu að segja þeim sögur? Já, og sérstaklega þegar útlendingar auðvitað og ekki, Íslendingar, þetta í bland. Já. Og ég að, sem sagt, útlendingunum segi ég sögur af nota nú gjarnan svona fortíðina til þess að draga upp mynd sem að þeim þykir forvitnileg. Af hetjum og skálkum. Já. Nú veit ég að þú hefur verið að gera þetta á ensku. Já, það eiginlega, þetta gengur ekki á íslensku ef útlendingar að ræða. Nei. Þannig að ég hef sem sagt segið þeim frá þessum gamla tíma og svona kannski hleyp fram og aftur í tíma. En notast aldrei við sem sagt þennan sagnaarf sem að við finnum í sögunum okkar, Íslendingasögunum. Já. Og þar eru alls konar menn og eiginlega svona karakterar, getum við sagt, sem að fólki finnst spennandi að heyra eins og til dæmis með eitthvað til dæmis bara gamlan mann sem situr við eldinn og segir sögur, heldur arfinum við í munnlegri geymd eins og þetta var. Og hann sem sagt elur yngra fólk upp á sögum hetjudáðir og siglingar og þetta sem að var að lokum skráð í sögurnar á skinn. Og ertu sjálfur að yrkja eða ertu að fá lánað úr? Nei, ég geri þetta bara sjálfur. Ég lenti nú í því snemma að þurfa að sjá sjálfur mér fyrir kveðskap. Já. Og það eiginlega, hluta því okkur svona gaman að vera í tónlist. Já. Og ekkert mála að fara að semja allt í einu yfir á ensku eða hefur kannski verið að dunda við það? Ég hef nú gert það í gegnum tíðina sem sagt og hef dvalið mikið í enskumælandi heimi. Þannig að það mér
til manns í nokkur 100 ár. Okay. Þannig að það magnað. Þetta sem sagt heitir Old Man by the Fire. Old man by the fire, tell me about the time when you were a young man sailing across the sea, looking for a paradise. Old man by the fire, tell me about the whales, tell me about the birds that whispered in your ear. Where to find that paradise? Þetta sem sagt bara gamla sagan fólki sem sigldi út í óvissuna. Já. Þannig að þú segir litla sögur á... Já, og svo það lag hetjuna. Já. Sem að þarf að halda nafni fjölskyldunar á lofti. Þannig að þið hálfgerður einsmanns söngleikur. Já, má segja það. Það nú kannski ekki mikið leikræn tilþrif, og svo líka svo skemmtilegt þegar að því að við í þessu húsi við leggjum mikið upp úr því að það sé svona gagnvirk samskipti, þó að ég sé hér að tala og syngja og segja frá einhverju, að þá kom alltaf spurningar og samtal og stundum koma heilu sögurnar frá gestum sem mjög skemmtilegt. Það frábært. Og ég veit það meira að vera hérna hjá okkur hjónunum. Ég ætla að fara hérna upp á Efrihæðina og heita. Já, Ásta, það nú eiginlega hennar ríki þar sem að sem sagt Efrihæðin hér í húsinu, þar sem að nú kannski stofurnar okkar og það eru hlutir sem að okkur fylgja sem að margir eiga sem sagt rót hingað að sækja á bakkan. Og þetta eitthvað sem fólki finnst mjög gaman að koma inn á íslenskt heimili. Ég veit ekki hvort þetta eitthvað venjulegt heimili, en þú veist að það mikil upplifun. Ég minnist þess stundum þegar að við fórum til Kína árið, strax hópurinn, sem voru náttúrulega bara stuðmenn, að þá eiginlega eftirminnilegasta svona, máltíðin og heimsókn sem að við náttúrulega hafa alltaf verið að þvæla okkur í alls konar merkilega hluti, en það var að fara heim til fólks. Já. Alvöru menningu. Já, og þar fengum við besta matinn í allri ferðinni og hann var eldaður bara á einni hellu, en það voru 4 pottar hver ofan á öðrum. Og ég held að réttirnir voru ekkit færri en 12 til 15. En þið ekkert að gera svipa hérna, þið bjóðið fólki heim og segið í sögu, það að gefa þeim að borða líka? Nei, það eiginlega svo mikið af góðum matsölustöðum hér í umdæminu að það ekki, og það ekki okkar. Nei. En við getum svona, við getum látið fólki líða vel hér hjá okkur. En þetta svona gengur nú frekar út á það að það svona, fólk gerir svona tiltölulega stuttanstans. Sem að þó breytilegt því að það eru svona ólíkar þarfir sem að hérna hópar hafa og sumir vilja sjá margt á stuttum tíma og meðan aðrir eru tilbúnir að dvelja lengur. Já.